hvort að förum við bara í næsta erindi, Guðrún Magnúsdóttir hjá Náttúrustofu Vesturlands. Og hún ætlar að fjalla umhverfisvottun sveitarfélaga og leiðir til framfara í umhverfismálum. Gjörðu svo vel, Guðrún. Sæl og takk fyrir að bjóða mér koma að tala í dag. Ég ætla að byrja á því að reyna að deila skjánum. Nú ætti það að vera komið. Getur það verið? Já. Já, ok, flott. Já, ég heiti sem sagt Guðrún Magnúsdóttir, starfa hjá Náttúrustofu Vesturlands og verkefnastjóri umhverfisvottunar á Snæfellsnesi. Snæfellsnes samanstendur af 5 sveitarfélögum, öll mismunandi að stærð og íbúafjölda. En á svæðinu öllu búa tæplega 4.000 manns. Umhverfisvottunar verkefni Snæfellsnes tilheyrir byggðasamlagi Snæfellinga eða sveitarfélögunum á Snæfellsnesi og í dag stýrir Náttúrustofa Vesturlands daglegum rekstri umhverfisvottunarverkefnisins en starfsmenn Náttúrustofunnar hafa verið hluti af verkefninu frá upphafi og það er 1 starfsmaður í 80% stöðu sem stýrir verkefninu. Og hvað er Earthcheck umhverfisvottun? Earthcheck er viðurkenndur vottunaraðili með höfuðstöðvar í Ástralíu sem þróað hefur staða sem hægt að nota til vottunar í starfsemi sveitarfélaga. Að baki Earthcheck standa öflugir aðilar, til dæmis meðal annars háskólar og ferðamálasamtök og staðlar samtakanna taka mið af hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Þau eru einu samtökin sem að fara fram til þessa sem að hafa umhverfisvottar starfsemi sveitarfélaga sem byggir á hugmyndafræði staðarins 21 ábyrga stjórnun og sjálfbæra þróun en til verkefnisins var stofnað með stuðningi Alþjóða ferðamálaráðsins og Alþjóða ferðamálasamtakanna árið 1994. Vottunin sýnir fram á árangur sem er mælanlegur, metinn af óháðum aðila og stuðlar að betri yfirsýn yfir notkun auðlinda og stuðlar að markmiðasetningu sveitarfélagana. Og í heild bara stuðlar að raunverulegu skrefum í átt að sjálfbærni, eða svona, já, sjálfbæri þróun. Það að segja svona frá hvernig þetta byrjaði, þetta hófst sem árið 2003 þá tókst undirbúningur við að fá umhverfisvottun og stjórn undir framkvæmdaráð Snæfellsness var myndað. Því ferli fylgdi meðal annars stefnumótun, áætlanagerð, verkferlar til gagnaöflunar og breytingar í starfsemi sveitarfélagana, til dæmis að auka endurvinnslu og innblina á umhverfismerktar hreinsivörur og pappír. Og það var árið 2005 sem framkvæmdaráðið gerði þjónustusamning við Náttúrustofu Vesturlands að sinna daglegum rekstri verkefnisins og verkefnastjóri var síðan ráðinn til starfa. Starfshlutfallið hefur verið allt frá 25% til 100% síðan þá. Árið 2008 fengu sveitarfélögin loks afhenda sína fyrstu vottun og var fyrsta samfélagið í Evrópu til að hljóta slíka vottun og 4. í heiminum. En hvað þýðir það að vera með umhverfisvottun? Þetta snýst í rauninni í stuttu máli að það sé verið að votta framfarir í umhverfis- og samfélagsmálum. Það er ekki verið að votta samfélög með umhverfismálum sem eru með allt á hreinu og í toppmálum, heldur að geta sýnt fram á að sveitarfélögin reyna eftir bestu getu að stuðla að sjálfbærri starfsemi. Aðalskjal fyrir vottun samfélagi er staðarins Earthcheck
Hann leggur grunn að sjálfbærri þróun og er ákveðin leiðarvísi fyrir samfélög. Hann er byggður á ströngu gæðastjórnunarkerfi og snertir flesta fleti nútíma samfélagi og rekstur sveitarfélaga. Við lítum á staðalinn sem tól til að finna veikleika og styrkleika, en hann er bæði notaður til þess að meta frammistöðu sveitarfélaga og til að leiðbeina. Staðalinn í dag fer yfir mörg svið og hann má tengja í rauninni við öll heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að einhverju leyti. Svo það lykilsvið Earthcheck. Þau eru 12 og taka mið af ýmsum umhverfisvandamálum sem jarðarbúar standa frammi fyrir í dag og er nauðsynlegt að líta til því að ætlunin að færa starfsemi í átt að aukinni sjálfbærni. Hlutverk verkefnisstjóra umhverfisvottunarinnar er að finna árlegu vottunarferli, meðal annars að afla staðlegra gagna auðlindanotkun, undirbúa árangursmat og úttekt. Að auki fáum við yfirleitt ábendingar eða kröfur úrbætur í starfseminni og þá þarf að ráðast í þau verkefni. Að vera í stöðugum samskiptum við íbúa og gesti, hagsmunaaðila og tengiliði, að veita fræðslu og ráðgjöf verkefni og umhverfismál og vinna í samstarfi við hagsmunaaðila er svona mjög mikilvægur hluti af verkefninu. Og svo vinna að úrbótum og framförum með sveitarfélögum. Það ýmis verkefni sem efla starfið og umhverfisvitund á Snæfellsnesi. Og svo einnig að birta frammistöðuskýrslur og skrifa greinar í miðla verkefnið og umhverfismál í hnotskurn. Hluta þau megin dráttum svo gagnaöflun sem að þarf að vinna til þess að fá umhverfisvottun er þess að safna fyrir óháð mat úttektaraðila. Það eru töluleg gögn yfir auðlindanotkun, úrgangslosun, samfélagslega stöðu, innkaup, til dæmis atvinnuleysi og ýmislegt annað. Og allir þetta tölur þar eiga svona einhvern veginn endurspegli hvernig sveitarfélögunum er stjórnað og hvernig önnur atriði er, hvernig þau koma fram. Það þarf einnig að safna gögnum starfsemina og rekstur sveitarfélaganna og sveitarstjórna sem snúa að stjórnunarstefnumótun, ráðgjöf, samskiptum og sýnilegum sveitarfélagana og samræmi við lög og reglugerðir. Og þessi gögn eru allt frá endurnýjuðu aðalskipulagi, fréttatilkynningum, fundagerðum, íbúafundum og fleiru. Eins og ég nefndi áðan, þá eru ýmis atriði sem tengjast frammistöðu sveitarfélagana sem eru metin. Fyrir meðal eru áætlanir úrbætur, en þær eru birtar í framkvæmda áætlun Snæfellsnes. Framkvæmda áætlunin í henni koma fram helstu verkefni sveitarfélagana til næstu 5 ára sem snúa að umhverfis- og samfélagsmálum og hvernig þau tengjast lykilsviðunum 12 sem ég nefndi hérna áðan. Að auki eru önnur verkefnin, önnur skýrslur gefnar út sem tengjast verkefninu beint. Til dæmis í fyrra tóku íbúar þátt í skoðanakönnun umhverfis- og samfélagsmál. Og annar mjög mikilvæg hluti af þessu verkefni eru samskipti við íbúa og hagsmunaaðila og en hugarfarsbreyting er mikilvægur þáttur í átt að sjálfbærara samfélagi. Við birtum allt okkar mikilvægast efni á vefsíðunni nesvottun.is. Einnig er verkefni á samfélagsmiðlum sem notað reglulega til að ná til íbúa. Sveitarfélögin birta líka efni sem tengist umhverfisvottuninni þegar við á. Við náum til fólk sem er í að halda fundi, við erum með fyrirlestur og opnum fundum, skrifum reglulega í bæjarblöðin og ýmislegt fleira. En okkur við lítum á til þannig að það árangur í umhverfismálum næst ekki nema með því að ná til fólksins og því er mikilvægt að fyrir svona verkefni að vera sýnilegt, mynda tengslanet og láta verkin tala og áþreifanlega framfarir er það sem hefur áhrif
og það sem hvetur fólk áfram og við höfum séð það í gegnum tíðina og hérna má sjá svona nokkra myndir það sem við höfum verið að gera síðustu ár. Mjög skemmtileg verkefni og svona það sem er átt í stað. En verkefni eins og þetta, það fylgir því að sjálfsögðu áskorunir líkt og með margt annað og svo helsta er hugarfarsbreyting samfélagsins, hvernig er hægt að ná til íbúa og miðla stefnu sveitarfélagana sjálfbærni og það má segja að þessi hugarfarsbreyting eigi sér stað bara í heiminum öllum þannig að þetta er ekki alveg staðbundið við Snæfellsnes í heild sinni en aftur á móti þá er þetta svona hluti okkar verkefni að ná í tengslum við íbúana og vinna að hugarfarsbreytingu samfélagsins. Verkefni er fjármagna einungis af sveitarfélögunum en það hefur ekki verið styrkt af ríkinu í töluverðan tíma og að lokum er það ákveðin áskorun að innlima sjálfbærni í alla starfsemi sveitarfélagana. Ég ætla bara að leyfa honum Stór Móra stofnanda Earthcheck að ljúka þessu fyrir okkur að hann segir bara að það er ekki hægt að ná árangri, það geta stjórna því sem hefur nema að hafa gögnin að hafa tölurnar og að gera ekkert er ekki ásættanlegt. Kæra þakkir fyrir þetta,